Við heldum áfram með föstudagsþáttinn héðan úr Íshúsinu í Hafnarfirði. En þau eru komin hingað til mín Karl og Kristín frá Markaðsstofu Hafnarfjarðar. Velkomin. Takk. Segðu mér aðeins frá Markaðsstofunni. Þetta er frekar nýtt á nálinni, það ekki? Jú, það við álitum sem svo að það væri þörf á að taka svona aðeins upp svona þessa nýbreytni að kanna möguleikann á að stofna Markaðsstofu Hafnarfjarðar sem sjálfseignarstofnun og fórum á stað í mars. Mars, já. Já, og réðum til okkar síðan verkefnastjóra í maí og höfum síðan bara verið að vinna í undirbúningnum og hitta fyrirtæki og fólk í Hafnarfirði og eftir því sem að leið á að þá sáum við að það var full þörf á að gera eitthvað þessu slíkt. Þannig að við erum búin að vera, að undirbúa svona markmið og stefnur og það er bara virkileg stemming fyrir þessu. Við höfum það að markmiði helst að hlúa að fyrirtækjum sem eru í bæjarfélaginu og þau eru fjölmörg og mjög fjölbreytt, mikil flóra og tækifærin eru mjög mörg. En ekki bara það að hlúa að þeim fyrirtækjum sem eru heldur að sjá hvaða tækifæri eru til nýra fyrirtækja og svo bara að gera Hafnarfjörð skemmtilegri bæjarfélag og eins líka náttúrulega ferðamálin að nýta þessa perlu sem við höfum sem Hafnarfjörður. Þessar markaðsstofur eru svolítið að skjóta upp kollinum víðsvegar landið. Já. Er eitthvað svona breytni í markanum? Er það ferðaþjónustan? Hvað er að kalla á þetta? Já, við skoðum það svolítið vel, hvað er í gangi hingað og þangað. Þetta er allt frá því að vera mjög miðað að ferðaþjónustu eins og þú nefnir, yfir það að vera sem við köllum bara hreinræktuð atvinnuþróunarfélög. Á Akureyri eða Eyjafirði, atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar var allavega einhvern tíma til. Akureyrarstofa til dæmis til. Þetta er víða á Austurlandi, hefur Austurbrú verið með mjög öflugt meira að segja yfir í fræðslustarf, nýsköpun og við svona skoðum vel hvað var þarna í gangi og reynum svona að velja aðeins það besta en auðvitað þarf að koma svona okkar vinkill inn í þetta og við náttúrulega höfum verið að máta ýmis verkefni við þetta verkefni, það er að segja hvað við getum verið að taka. En við sjáum að við erum alltaf að hlusta mjög mikið á fyrirtækin. Það eru 65 fyrirtæki sem stóða að stofnun stofunar núna í haust, formulegri stofnun, þannig að þau eru mjög fjölbreytt og mjög fjölbreyttar þarfir en við munum gera það besta til þess að svona ná svolítið samhljómi í það og setja góða stefnumörkun þannig að við getum keyrt öflugt starf í gang á næsta ári og þetta er mjög spennandi og margt sem er hægt að gera en einhvern tíma þarf maður að velja og svona byrja á einhver staðar. Akkurat. Hvaða verkefni, getið þið sagt mér eitthvað svona frá því, hvaða verkefni þið eruð að vinna í núna, hvaða verkefni tengjast inn á ykkar? Já, akkurat núna erum við að ráða, nýverið auglýst eftir framkvæmdastjóra Markaðsstofunnar og erum svona að vinna úr þeim umsóknum og Jólaþorpið náttúrulega. Jólaþorpið, já. Taka mjög stóran þátt og koma því á framfæri. Já. Við fyrsta verkefni okkar sjáum við fyrir okkur að það er með að eiga þetta samtal við fyrirtækin og vonum að það verði að hrinda því í framkvæmd strax eftir áramót. Við erum með frábæra miðbæ sem okkur langar að efla og taka þetta samtal við fyrirtækin og svona hvað sjá fyrirtæki fyrir sér að sé hægt að gera betur og eins líka bara eiga þetta samtal við bæjarbúa því að hér er svona dálítið skemmtilegt, gott samfélag og hér hafa menn skoðanir á hlutunum. Já. Og þannig að við teljum okkur ennþá vera svona þetta bæjarfélag þó svo að við stækkað töluvert náttúrulega undir 40 árum og þá höfum við alltaf þennan grunn sem er þessi miðbær okkar og þetta fallega hafnarsvæði og þannig að okkur langar að taka það svolítið föstum tökum, svo höfum við náttúrulega önnur atvinnusvæði og þetta að tengja saman fyrirtæki. Við teljum það vera svona eitt stóra markmið Markaðsstofunnar og svo þetta að kynna starfsemi Markaðsstofunnar og máta verkefni áfram við það. Akkurat. Mjög mikið af ónýttum innviðum í Hafnarfirði. Það hefur verið mikið fjárfest í atvinnulóðum og ég held að það sé mjög og við sjáum það alveg að það er áhuga að koma í Hafnarfjörð og það er bara svona líka að vinna með stjórnsýslunni að finna kannski og það er það sem við höfum líka, við erum með mikið að tengsla, það er stór hópur sem hefur komið að stofnuninni
og stjórnin er mjög fjölbreytt þannig að fólk með mikil tengsl víða í atvinnulífinu. Þannig að við höfum verið að skoða hvað gæti passað hér og þar. Við erum náttúrulega hérna í mjög spennandi starfsemi hérna í Íshúsinu í Hafnarfirði þar sem að er svona kannski ákveðin þungamiðja að færast. Það hefur verið hérna í fornubúðum, listamenn með vinnustofur. Í þessu húsi er fjöldinn allur af listamennum og handverksfólki í hönnuðum, þannig að við sjáum fyrir okkur að það sé mikil tækifæri í þessari svona, ef við kalla það þungamiðju. Hérna, það er að aukast starfsemi hér, svona sunnar í bænum og hérna hinum yfir götuna er að opna veitingahús og kaffihús, þannig að það er að verða mjög spennandi svæði hérna einnig í kringum þessa gömlu höfn. Og svo eru þið að koma að jólaþorpinu sem er bara ómissandi þáttur í aðventunni, skilst mér, hjá mörgum Hafnfirðingum og fleira fólki sem kemur gagngert hingað til þess að líta við í jólaþorpinu. Já. Hvenær byrjaði þetta? 2003 segja fróðimenn að þá var svona fyrsta þorpið og þetta hefur verið að þróast mjög og við ákvaðum þetta árið að reyna svona að stækka þetta svona svæði sem undir og núna tölum við að það nái alveg frá byggðasafninu og Norðurbakkanum og alveg hingað suður í hérna Flensborgarhöfnina og að fornubúðum og á þessu svæði mjög fjölbreytt verslun og þjónusta og það gengur meira að segja hérna Snæfellsnes Snjókarl sem hérna gamall skólabíll ættaður úr Ameríku og hann gengur hérna á milli svæða þar sem það er hestvagn sem börnum þykir mjög gaman að fara í þar sem er keyrt strandgötuna, verslunargötuna og svo er náttúrulega þessi svona hefðbundna jólamarkaðsstemming niður á Tórsplani og svo þess á milli eru svona gamla stemmingin er í gangi í Byggðasafninu og svo eru kaffihús og veitingahús á öllu þessu svæði þannig að þetta hefur verið að þróast mjög mikið og okkur finnst mjög gaman að sjá svona hvernig stemmingin hefur verið svona að smitast smátt og smátt út frá þessu það sem var áður bara á Tórsplani. Og er þetta búið að breytast mikið frá hana 2003 þegar þetta byrjaði? Þetta er búið að stækka allavega? Já, alveg töluvert og bara svona eins og þorp gera. Þetta er í rauninni bara hérna, þetta byrjaði sem hérna, akkurat, svona byggðaþróun, jólaþorps. Þetta byrjaði sem svona tiltölulega kannski lítið en svona þétt þarna á Tórsplani sem er sem sagt svona bæjartorgið okkar, og hérna síðan eins og þorp þróast og þá fór þetta að færast aðeins út á strandgötuna og þar hefur einmitt fjölgað verslunum líka bæði handverki og svona almenni verslun. Og síðan hafa náttúrulega poppað upp kaffihús hérna hvert á fætur öðru og sem er bara mjög skemmtilegt og orðið svona, maður segja, svona mjög breið flóra kaffihúsa hérna. Við erum með listar kaffigerða fólk, meistara og þannig að það er gaman að geta tengt þetta allt saman og einhver hluta vegna þá einhvern veginn hefur þorpið mitt bara svona tengst þessu hafnarsvæði eða hvað ég segja þessum þessum gamla miðbæ og það sumir segja Hafnarfjörður sé bara eitt jólaþorp þegar kemur að aðvendinu og það er svo sannarlega því við höfum auðvitað fleiri svæði í Hafnarfirði sem bjóða upp á góða verslun og eins og upp á í Bæjarhrauni og upp á Reykjavíkurvegi og þannig að fólk er allavega að koma hingað og versla svolítið og það er auðvitað gaman og það er síðan höfum við náttúrulega eða þeir sem hafa staðið svona helst að jólaþorpinu hafa komið þessar nýjungar eins og Snæfinn og sem er mjög skemmtilegt og þar erum við með jólasvein sem hefur verið að ferðast með bílnum og er skemmtilegur Svo býr allir í ofvæni eftir morgundeginum þar sem við förum í Hellisgerði sem er svona skrúðgarðurinn hérna í Hafnarfirði. Og það er afskaplega spennandi sem ég veit að mörg hafnfiskbörn bíða spennt eftir. Já, þetta er annað sinn sem þetta er gert og það var sem sagt byrjaði fyrra að það var þetta er leitin að jólasveinum og þarna gerast alls konar ævintýri. Þessi garður er okkur svona mjög skemmtilegur, hann er búinn að hann er í hugum Hafnfirðinga einstakur og margar sem þarna koma. Fróðumenn segja að þarna búi álfar. Já. Og ég er ekki frá því. Nei. Þetta hefur ákveðin svona sjarma þessi garður. Hann er skrúðgarður okkar Hafnfirðinga og mjög skemmtilegur. Í fyrra þá birtist jólakötturinn þarna hjá okkur
og þetta er ákveðin upplifun sem er ofsalega erfitt að lýsa. En Það er mjög mikilvægar reglur til dæmis í þarna. Það Já. er bannað að taka síma og myndavélar, eða sem sagt myndavélarsíma, þetta er svo leynilegt allt saman. Ég Þú skil. tekur bara með þér vasaljós eða luktir eða kyndla. Kyndla Og er þetta sem sagt í myrkri, þessi? Já, þetta er leit? alfarið myrkri og það er svona einhvern veginn kveikna þarna ljós öðru hvoru og jólasveinarnir, þeir fundist í fyrra og við mikil fögnuð. Verða ekki sumir litlir eitthvað hrættir hann í þessari leit? Nei, þetta er bara svo mikið ævintýri að Já. það er allir spenntir. Já. Það getur vel verið einhverjir en við vitum alltaf öll á ævintýri þurfa eitthvað svona andartök sem hræða mann en það er svo skemmtilegt eftir á líka. En svo geta allir ylja sig við að keypt sér kakó í Ódrunarbæ eftir eða fyrir og þannig að eða bara tekið með sér kakóbrúsa líka. Og þetta er á morgun? Þetta er á morgun klukkan 8 og fyrir það sem ekki vita hvað Hellisgerði er þá er þetta sem sagt eiginlega, hvað segir við, enda strandgötunum aðeins upp frá strandgötunni þannig að það er Reykjavíkurvegi. Já, við Reykjavíkurveg og það er næg bílastæði þarna allt í kring. Og það er bara alveg æðisleg dagskrá framundan á aðventunni. Jú, og við erum með, sem sagt, það er jólahúsi náttúrulega sem eru svona fasti punkturinn eiginlega í jólaþorpinu og hefur verið frá upphafi. Þau verða opin helgin náttúrulega og þar er handverk og matur í einhverjum húsum og dagskrá á sviðinu náttúrulega og svo náttúrulega hestvagnin sem er svona skemmtileg nýbreytni og krakkar, eða bara ungir sem aldnir hafa gaman að því að skella sér upp í hestvagn og taka smá rúnt á strandgötunni. Það hljómar æðislega vel, það ættu allir eflaust að geta fundið eitthvað í sitt hæfi. Já. Bara til hamingju með þetta, gangi ykkur vel og þakka ykkur fyrir komuna. Takk. Takk hérlega. Þá skulum við fá annað tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.